Jóhannesar Guðspjall, 1. kafli. Í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði. Allir hlutir urðu fyrir hann, án hans varð ekki neitt sem til er. Í honum var líf og lífið var ljós mannanna. Ljósið skín í myrkrinu og myrkrið tók ekki á móti því. Maður kom fram sendur af Guði, hann hét Jóhannes. Hann kom til vitnisburðar til að vitna ljósið svo að allir skyldu trúa fyrir hann. Ekki var hann ljósið, hann kom til að vitna ljósið. Hið sanna ljós sem upplýsi hvern mann kom nú í heiminn. Hann var í heiminum og heimurinn var orðinn til fyrir hann, en heimurinn þekkti hann ekki. Hann kom til eignar sinnar en hans eigin menn tóku ekki við honum. En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðs börn. Þeim er trúa á nafn hans. Þeir eru ekki af blóði bornir, ekki af holdsvildni manns vilja, heldur af Guði fæddir. Og orðið varð hold, hann bjó með oss fullur náðar og sannleika, og vér sáum dýrð hans, dýrð sem sonurinn eini á frá föðurnum. Jóhannes vitnar hann og hann hrópar: Þetta er sá sem ég átti við, þegar ég sagði: Sá sem kemur eftir mig var á undan mér, enda fyrri en ég. Af gnægðans höfum við allir þeir náð á náð ofan. Lögmálið var gefið fyrir Móse, en náðin og sannleikurinn kom fyrir Jesú Krist. Enginn hefur nokkurn tímann séð Guð. Sonurinn eini, Guð, sem er í faðmi föðurins, hann hefur birt hann. Þessi er vitnisburður Jóhannesar þegar gyðingar sendu til hans presta og levita frá Jerúsalem að spyrja hann: Hver ert þú? Hann svaraði ótvírætt og játaði: Ekki er ég Kristur. Þeir spurða: Hvað þá? Ertu Elía? Hann svarar: Ekki er ég hann. Ertu spámaðurinn? Hann kvað nei við. Þá sögður við hann: Hver ertu? Við verðum að svara þeim sendu oss. Hvað segir þú sjálfan þig? Hann segir: Ég er rödd hrópanda í eyðimörk. Gjörið beinan veg drottins eins og Jesaja spámaður segir. Sendir voru mennaflokki farisea, þeir spurðan: Hvers vegna skýrið þú fyrst þú ert hvorki Kristur Elía né spámaðurinn? Jóhannes svaraði: Ég skýri með vatni. Mitt á meðaliðar stendur sá sem þér þekkið ekki. Hann sem kemur eftir mig og skóðfeng hans er ég ekki verður að leysa. Þetta bar við í Betaníu handan Jórdanar þar sem Jóhannes var að skýra. Daginn eftir sér hann Jesú koma til sín og segir: Sjá, Guðs lamb sem ber synd heimsins, þar er sá ég sagði Eftir mig kemur maður sem var á undan mér, því hann er fyrri en ég. Sjálfur þekkti ég hann ekki, en til þess kom ég og skýri með vatni að hann opinberist Ísrael. Og Jóhannes vitnaði: Ég sá andan koma af himni ofan eins og dúfu og hann nam staðar yfir honum. Sjálfur þekkti ég hann ekki, en sá sendi mig að skýra með vatni sagði mér: Sá sem þú sérð andan koma yfir og nema staðar á, hann er sá sem skýrir með heilugum anda. Þetta sá ég og ég vitna að hann er sonur Guðs. Daginn eftir var Jóhannes þar aftur staddur og 2 lærisveinar hans. Hann sér Jesú á gangi og segir: Sjá Guðs lamb. Lærisveinar hans 2 heyrðu orð hans og fóru á eftir Jesú. Jesú sneri sér við og sá þá koma á eftir sér og sagði við þá: Hvers leitið þið? Þeir svara: Rabbi, það þýðir meistari, hvar dvelst þú? Hann segir: Komið og sjáið. Þeir komu og sáu hvar hann dvaldist og voru hjá honum þann dag. Þetta var síðdegis. Annar þessara 2 sem heyrðu orð Jóhannesar og fóru á eftir Jesú var Andrés, bróðir Símona Péturs. Hann finnur fyrst bróður sinn Símon og segir við hann: Við höfum fundið Messías. Messías þýðir Kristur, hinn smurði. Hann fór með hann til Jesú og Jesú horfði á hann og sagði: Þú ert Símon Jóhannesson, þú skalt heita Kefas. Pétur, það þýðir klettur. Næsta dag hugðist Jesú fara til Galíleu. Hann hitti þá Filippus og sagði við hann: Fylg þú mér. Filippus var frá Betsaidu, sömu borg og Andrés og Pétur. Filippus fann Natanael og sagði við hann: Við höfum fundið þann sem Móse skrifar í lögmálinu og spámennirnir, Jesús frá Nasaret, son Jósefs. Natanael segir: Getur nokkuð gott komið frá Nasaret? Filippus svaraði:
Kom þú og sjá. Jesús sá Natanael koma til sín og sagði við hann: Hér er sannur Ísraelíti sem engin svik er í. Natanael spyr: Hvaðan þekkir þú mig? Jesús svarar: Ég sá þig undir fíkitrénu áður en Filippus kallaði á þig. Þá segir Natanael: Rabbi, þú ert sonur Guðs, þú ert konungur Ísraels. Jesús spyr hann: Trúir þú á því að ég sagði við þig, ég sá þig undir fíkitrénu? Þú munt sjá það sem þessu er meira. Og hann segir við hann: Sannlega, sannlega segi ég yður, þér munu sjá himinin opinn og engla Guðs stíga upp og stíga niður yfir mannssonin. Jóhannes 2. kafli. Á 3. degi var brúðkaup í Kana í Galíleu, móðir Jesús var þar. Jesús var óboðið til brúðkaupsins og lærisveinum hans, en er vín þraut, segir móðir Jesú við hann: Þeir hafa ekki vín. Jesús svarar: Hvað varðar það mig og þig, kona? Minn tími er ekki enn kominn. Móðir hans sagði þá við þjónana: Gjörið það sem hann kann að segja yður. Nú voru þar 6 vaskir úr steini samkvæmt reglum gyðinga hreinsun og tók hvert þeirra 2 mæla eða 3. Jesús segir við þá: Fyllið kerin vatni. Þeir fylltu þó á barma og síðan segir hann: Ausið nú af og færið veislustjóra. Þeir gjörðu svo. Veislustjóri bragðaði vatnið sem var orðið vín og vissi ekki hvaðan það var, en þjónarnir sem vatnið höfðu ausið vissu það. Þá kallaði veislustjóri á brúðgumana og sagði: Allir menn bera fyrst fram góða vínið og síðan hið lakara er menn gjörast ölvaðir. Þú hefur geymt góða vínið þar til nú. Þetta fyrsta tákn sitt gjörði Jesús í Kana í Galíleu og opinberaði dýrð sína og lærisveinar hans trúðu á hann. Eftir þetta fór hann ofan til Kapernaum ásamt móður sinni, bræðrum og lærisveinum og þar voru þau nokkra daga. Nú fóru páskar gyðinga í hönd og Jesús hélt upp til Jerúsalem. Þar sá hann í helgidómunum þá er seldu naut, sauði og dúfur og vígslærana sem sátu þar. Þá gjörði hann sér svip úr köðlum og rak alla út úr helgidómunum, líka sauðina og nautin. Hann steypti niður peningum vígslærana og hratt borðum þeirra og við dúfnasalana sagði hann: Burt með þetta héðan, gjörið ekki hús föður míns að sölubúð. Lærisveinum hans kom í hug að ritað er: Vandlæting vegna húss þíns mun tæra mig upp. Gyðingar sögðu þá við hann: Hvaða tákn getur þú sýnt oss það að þú megir gera þetta? Jesús svaraði þeim: Brjótið þetta musteri og ég skal reisa það á 3 dögum. Þá sögðu gyðingar: Þetta musteri hefur verið 46 ár í smíðum og þú ætlar að reisa það á 3 dögum. En hann var að tala musteri líkama síns. Þegar hann var risinn upp frá dauðum minntust lærisveinar hans að hann hafði sagt þetta og trúðu ritningunni og orðinu sem Jesú hafði talað. Meðan hann var í Jerúsalem á páskahátíðinni fóru margir að trúa nafn hans, því þeir sáu þau tákn sem hann gjörði. En Jesús gaf þeim ekki trúnað sinn, því hann þekkti alla. Hann þurfti þess ekki að neinn bæri öðrum manni vitni. Hann vissi sjálfur hvað í manni býr. Jóhannes 3. kafli. Maður hét Nikodémus, af flokki farisea, ráðsherra meðal gyðinga. Hann kom til Jesú nótt og sagði við hann: Rabbi, við vitum að þú ert lærifaðir kominn frá Guði. Enginn getur gjört þessi tákn sem þú gjörir nema Guð sé með honum. Jesús svarar honum: Sannlega, sannlega segi ég þér, enginn getur séð Guðs ríki nema hann fæðist að nýju. Nikodémus segir við hann: Hvernig getur maður fæðst þegar hann er orðinn gamall? Skyldi hann geta komist aftur í líf móður sinnar og fæðst? Jesús svaraði: Sannlega, sannlega segi ég þér, enginn getur komist inn í Guðs ríki nema hann fæðist af vatni og anda. Það sem af holdinu fæðist er hold, en það sem af andanum fæðist er andi. Undrast eigi að ég segi við þig: yður ber að fæðast að nýju. Vindurinn blæs þar sem hann vill og þú heyrir þyt hans, samt veistu ekki hvaðan hann kemur né hvert hann fer. Svo er þann sem af andanum er fæddur. Þá spurði Nikodémus: Hvernig má þetta verða? Jesús svaraði honum: Þú ert lærifaðir í Ísrael og veist ekki þetta. Sannlega, sannlega segi ég þér, við tölum það sem ég þekkjum og vitnum það sem ég höfum séð, en þér takið ekki á móti vitnisburði vorum.
Ef þér trúið eigi þegar ég ræði við yður jarneskefni, hvernig skildu þér þá trú ég ræði við yður hinn himnesku? Enginn hefur stigið upp til himins nema sá steig niður frá himni, mannssonurinn. Og eins og Móse hóf upp höggorminn í eyðimörkinni, þannig á mannssonurinn að verða upphafinn, svo að hver sem trúir hafi eilíft líf í honum. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn, til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafa eilíft líf. Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn, heldur að heimurinn skyldi frelsast fyrir hann. Sá sem trúir á hann dæmist ekki, sá sem trúir ekki þegar dæmdur því að hann hefur ekki trúað á nafn Guðs sonarins eina. En þessi dómurinn, ljósið komið í heiminn, en menn elskuðu myrkrið fremur en ljósið, því að verk þeirra voru vond. Hver sem illt gjörir hatar ljósið og kemur ekki til ljósins, svo að verk hans verði ekki uppvís. En sá sem iðkar sannleikann kemur til ljósins svo að augljóst verði að verk hans í Guði gjörð. Eftir þetta fór Jesús og lærisveinar hans út í Júdeu hérað. Þar dvaldist hann með þeim og skýrði. Jóhannes var líka að skýra í Ænon nálægt Salim, en þar var mikið vatn. Menn komu þangað og létu skýrast. Þá var ekki enn búið að varpa Jóhannes í fangelsi. Nú var deila hreinsun milli lærisveina Jóhannesar og gyðings eins. Þeir komu til Jóhannesar og sögðu við hann: Rabbi, sá sem var hjá þér handan við Jórdan og þú barst vitni hann að skýra og allir koma til hans. Jóhannes svaraði þeim: Enginn getur tekið neitt nema honum sé gefið það af himni. Þér getið sjálfur vitnað að ég sagði: Ég ekki Kristur, heldur ég sendur á undan honum. Sá brúðguminn sem á brúðina, en vinur brúðguma sem stendur hjá og hlýðir á hann gleðst mjög við rödd hans. Þessi gleði nú mín að fullu. Hann á að vaxa, en ég að minnka. Sá sem kemur ofan yfir öllum, sá sem af jörðu, hann af jörðu og talar af jörðu. Sá sem kemur af himni yfir öllum og vitnar það sem hann hefur séð og heyrt, og enginn tekur á móti vitnisburði hans. En sá sem hefur tekið á móti vitnisburði hans hefur staðfest að Guð sé sannorður. Sá sem Guð sendi talar Guðs orð, því ómælt gefur Guð andan. Faðirinn elskar soninn og hefur lagt allt í hönd honum. Sá sem trúir á soninn hefur eilíft líf, en sá sem óhlýðnast syninum mun ekki sjá líf, heldur vari reiði Guðs yfir honum. Jóhannes 4. kafli. Jesús var þess vís að farisear hefðu heyrt að hann fengi fleiri lærisveina og skýrði fleiri en Jóhannes. Reyndar skýrði Jesús ekki sjálfur heldur lærisveinar hans. Þá hvarf hann brott úr Júdeu og hélt aftur til Galileu. Hann varð að fara Samaríu, og nú kemur hann til borgar í Samaríu Síkar heitir, nálægt þeirri landspildu sem Jakob gaf Jósef syni sínum. Þar var Jakobsbrunnur, og Jesús var vegmóður og settist hann þarna við brunninn. Þetta var hádegisbil. Samvegs kona kemur að sækja vatn. Jesús segir við hana: Gef mér að drekka. En lærisveinar hans höfðu farið inn í borgina að kaupa vistir. Þá segir samveska konan við hann: Hverju sætir að þú sem ert gyðingur biðir mig að drekka, samveska konu? En gyðingar hafa ekki samneyti við samverja. Jesús svaraði henni: Ef þú þekktir gjöf Guðs og vissir hver sá sem segir við þig: Gef mér að drekka, þá mundir þú biðja hann og hann gæfi þér lifandi vatn. Hún segir við hann: Herra, þú hefur enga skjólu að ausa með og brunnurinn djúpur. Hvaðan hefur þú þetta lifandi vatn? Ertu meir en Jakob forfæði vor sem gaf oss brunninn og drakk sjálfur úr honum og synir hans og fénaður? Jesús svaraði: Hvern sem drekkur af þessu vatni mun aftur þyrsta, en hvern sem drekkur af vatninu ég gef honum mun aldrei þyrsta að eilífu. Því vatni sem ég gef honum verður í honum að lind, sem streymir fram til eilífs lífs. Þá segir konan við hann: Herra, gef mér þetta vatn svo mig þyrsti ekki og ég þurfi ekki að fara hingað að ausa. Hann segir við hana: Farðu, kallaðu á manninn þinn og komdu hingað. Konan svaraði: Ég á engan mann. Jesús segir við hana: Rétt það að þú eigir engan mann, því þú hefur átt 5 menn, og sá sem þú átt nú ekki þinn maður. Þetta sagðir þú satt. Konan segir við hann: Herra, nú sé ég að þú ert spámaður. Feður vorir hafa tilbeðið Guð á þessu fjalli,
en þér segið að í Jerúsalem sé sá staður þar sem tilbiðja skuli. Jesús segir við hana: Trúð þú mér, kona, sú stund kemur að þér munið hvorki tilbiðja föðurinn á þessu fjalli né í Jerúsalem. Þér tilbiðið það sem þér þekkið ekki. Vér tilbiðjum það sem vér þekkjum, því hjálpræði kemur frá gyðingum. En sú stund kemur, já, hún er nú komin, hinir sönnu tilbiðjendur munu tilbiðja föðurinn í anda og sannleika. Faðirinn leitar slíkra þannig tilbiðjan. Guð er andi og þeir sem tilbiðja hann eiga að tilbiðja í anda og sannleika. Konan segir við hann: Ég veit að Messías kemur, það er Kristur. Þegar hann kemur mun hann kunngera oss allt. Jesús segir við hana: Ég er hann, ég sem við þig tala. Í sama bili komu lærisveinar hans og furðuðu sig á því að hann var að tala við konu. Þó sagði enginn: Hvað viltu? Eða hvað ert að tala við hana? Nú skildi konan eftir skjólu sína, fór inn í borgina og sagði við menn: Komið og sjáið mann sagði mér allt sem ég hef gjört. Skildi hann vera Kristur? Þeir fóru úr borginni og komu til hans. Meðan þessu fór fram, báðu lærisveinarnir hann: Rabbi, fá þér að eta. Hann svaraði þeim: Ég hef mat að eta sem þér vitið ekki um. Þá sögðu lærisveinarnir sín á milli: Skildi nokkur hafa fært honum að eta? Jesús sagði við þá: Minn matur er að gjöra vilja þess sem sendi mig og fullna verk hans. Segið þér ekki: Enn eru 4 mánuðir, þá kemur uppskeran. En ég segi yður: Lítið upp og horfið á akrana, þeir eru hvítir til uppskeru. Sá sem uppsker tekur þegar laun og safnar ávexti til eilífs lífs, svo sá gleðjist sáir og með honum hinn sem uppsker. Hér sannast orðtakið: Einn sáir og annar sker upp. Ég sendi yður að skera upp það sem þér hafið ekki unnið við. Aðrir hafa erfiðað, en þér eru gengnir inn í erfiði þeirra. Margir samverjar úr þessari borg trúðu á hann vegna orða konunnar sem vitnaði það að hann hefði sagt henni allt sem hún hafði gjört. Þegar því samverjarnir komu til hans, báðu þeir hann að staldra við hjá sér, var hann þar kyrt í 2 daga. Og miklu fleiri tóku trú þegar þeir heyrðu hann sjálfan. Þeir sögðu við konuna: Það er ekki lengur sakir orða þinna að vér trúum, því að vér höfum sjálfur heyrt hann og vitum að hann er sannarlega frelsari heimsins. Eftir þessa 2 daga fór hann þaðan til Galileu, en sjálfur hafði Jesús sagt að spámaður væri ekki metinn í föðurlandi sínu. Þegar hann kom nú til Galileu tóku Galileumenn honum vel, þar þeir höfðu séð allt sem hann gerði á hátíðinni í Jerúsalem, enda höfðu þeir sjálfur sótt hátíðina. Nú kom hann aftur til Kana í Galileu þar sem hann hafði gjört vatn að víni. Í Kapernaum var konungsmaður nokkur sem átti sjúkan son. Þegar hann frétti að Jesús væri kominn frá Júdeu til Galileu, fór hann til hans og bað hann að koma niður eftir að lækna son sinn, en hann var dauðvona. En þá sagði Jesús við hann: Þér trúið ekki nema þér sjáðu tákn og stórmerki. Konungsmaður bað hann: Herra, kom þú áður en barnið mitt andast. Jesús svaraði: Far þú, sonur þinn lifir. Maðurinn trúði því orði sem Jesús mælti til hans og fór af stað. En meðan hann var á leiðinu ofan eftir, mættu honum þjónar hans og sögðu að sonur hans væri á lífi. Hann spurði þá hvenær honum hefði verið farið að létta og þeir svöruðu: Í gær upp úr hádegi fór hitinn úr honum. Þá sá faðirinn að það var á þeirri stundu þegar Jesús hafði sagt við hann: Sonur þinn lifir. Og hann tók trú og allt hans heimafólk. Þetta var annað táknið sem Jesús gjörði þegar hann kom frá Júdeu til Galileu. Í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði. Allir hlutir urðu fyrir hann, án hans varð ekki neitt sem til er.